Við erum í smá upprifjunargír. Við höfum verið það undanfarið svona nokkra vikur. Og við höfum verið að rifja upp tilurð kirkjunnar, tilgang kirkjunnar, frumkirkjuna, hvernig hún var í byrjun, stöðu kirkjunnar í dag, og þá erum við ekki að tala bara smára kirkju, heldur bara kirkjuna þvert yfir, sérstaklega í hinum vestræna heimi. Og síðast vorum við að skoða samfélagið og hvað orðið kirkja, þetta ekklesía sem Jesús notaði þegar hann segja að stofna kirkjuna sína, gekk ekki út á stóra byggingar í miðborgum, þó að það séu fallegar og ég elska svoleiðis byggingar, heldur út á 2 eða 3 samankomna, sem 2 eða 3 eru samankomnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal, og hann segir, þið eru þar í mínu umboði. Og þar er kraftur og þar er máttur heilags anda til að vinna það verk sem ég hef kallað ykkur til. Og ég veit ekki með ykkur, mér hefur oft fundist vanta mikið upp á þetta í mínu lífi og í kirkjunni í heild, og ég þrái að sjá þessa, hvað ég maður kalla þetta, vitjun heilags anda og kraftans leysast á þann máta sem að við vitum að er hægt. Hvergi í Biblíunni segir nefnilega að einhverju tímapunkti hafi kraftur heilags anda hægt að vinna. Það er hvergi sem segir að þetta var fínt þegar apostolarnir voru en síðan hætti þetta. Jó, hann kom aðeins aftur með Benny Hinn og eitthvað svona en svo hætti þetta. Það er ekkert svoleiðis í gangi. Þetta er bara, það var gert ráð fyrir þetta héldi bara áfram. Og Jesús sagði, ég mun byggja kirkjuna mína. Ég get bara sagt ykkur það, þú og ég erum alveg vonlaus í því. Okkur gengur ekki vel ef við ætlum bara að byggja kirkjuna í okkar eigin mætti og okkar eigin innsæi. Hann hins vegar er mér mjög góða leið til að gera það. Og í dag ætla ég að skoða einn þátt í þessari leið hans, þar að segja að þetta er mjög mikilvæg þáttur í það hvernig hann byggir kirkjuna sína. Flest okkar hugsa nefnilega að hann byggir kirkjuna, þá kemur ykkur aðferðafræði. Jú, ég var aðeins í hana síðast, hún var mjög einfald, hún var bara í 4 liðum. Og við öll getum framkvæmt hana, vitið þið það? Bara hittast, vera góð við hvort annað, borða saman, tala saman, kynnast, vera vinir. Þetta er aðferðin hans. Hann er ekki flókin, rosalega einfald en rosalega skilvirk ef við bjóðum hann að gera það sem hann vill. Svo við ætlum að skoða einn af þessum þáttum, þetta er faktist, eftir því sem ég skil hann rétt, ég ætla að lesa svolítið af því sem hann segir, eitt af því mikilvægasta í því sem hann notar til að byggja kirkjuna sína. Og við skulum skoða. En áður við förum í orðin hans, ætla ég að rifja upp með ykkur manna. Það er að segja mannakort. Ég var að ræða við unga konundaginn, systir okkar í trúnni, hún var að segja, tala manna, það var svo gott að draga mannakort. Þið vitið hvað mannakort er. Og margir sem áttu sig ekki á því þeir halda að við höfum tekið nafni frá hljómsveitinni, hljómsveitin sem tók þetta hljómsveitin mannakort. Þetta er svona litli miðar í öskju með svona ritningaversum á. Svo dregurðu eitthvað ritningavers, opna biblíuna og lest. Okay? Til hvers erum við að þessu? Sumir gera þetta bara reglulega til þess að bara fá Guðs orð og næra sig. Aðrir hreinlega nota þetta til að leita leiðsagnar. Þeir biðja svo að Drottinn leiddu mig núna og tala til mín í gegnum þetta eitthvað og þá kannski eitthvað sem er í gangi. Og þetta er mjög sniðugt apparat, en hvar á það rætur sínar? Og það sem það á rætur sínar nefnilega tengist inn í það hvernig Kristur byggir kirkjuna sína. Vissirðu það? Jesús nefnilega fyrsti mannakortsmaðurinn í heiminum. Nei, hann bjóð ekki til mannakort, hins vegar talaði hann manna. Hann er orðið sjálfur.
Ok, þetta í annarri Mósebók í 16. kapla, 31. versi. Og ég held þetta sé hérna, já, mannagónið, hérna kemur þetta. Nei, þetta ekki það. Þetta ekki inni. Ég glemdi að láta Gefn fá þetta, ritningavers. Þannig að þetta kom inn eftir á. Einn alveg með glærinn og hreinu. En þar stendur svona, og þið þekkið söguna, að þeir voru úti í eyðimörkinni á ferðalagi, Ísraelsmenn, og þeir fóru að kvarta. Og þeir fóru að mögla. Og þetta var allt ómögulegt. Það var nú betra Móse minn, þegar við vorum í Egyptalandi. Alveg búin að steingleyma því að þeir voru þrælar undir ánauð. Já, þar voru feiti kjötkatlar. Þar voru hamborgar og franskar, ekki hér. Hér ekkert að hafa. Og Guð gaf þeim, þrátt fyrir mögliðið þeim, hann gaf þeim kjötrétt kvöldið, lynghænsni. Getið finnið bragðið af lynghænsni sem grillaði yfir eldinum bara þetta kvöld hjá Ísraelsmönnum. Og daginn eftir gerðist svolítið merkilegt. Það rigndi brauði af himnum. Það féll í eyðimörkina og fyrirmæli voru þessi, farið og tínið bara fyrir daginn í dag. Etið það og af því það hvíldadagur náttúrulega á 7. deginum, á 7. deginum að þá verði náttúrulega, það mæri verið tínað fyrir tvöfalt þá. Þannig að þá tíndu tvöfalt og 8 til daginn. Það var eini dagurinn það sem varðveitist. Því að þegar þau ætlaði að geyma eitthvað til næsta dag sem eru sumir reyndu, þá eyðilagðist það. Það var bara ónýtt. Ekki gleyma þessari frásögu vegna þess að þetta lykillinn að mannanu sem að drottinn gefur brauðinu og þegar hvernig byggja kirkjuna sína. Svolítið gaman hérna í 2. Mósebók 16:31, það segir Ísraelsmenn kölluðu þetta brauð manna. Þannig kemur orðið. Það líktist kóríanderfræi, var hvítt á lit og á bragðið eins og hunangskaka. Þurfti ekki svona áleggsjóð. Það var bara fullkomið brauð. Þeir fengu brauð til eins dags. Þá komum við að þessu hérna og nú byrjar ballið. Þið með? Já. Þegar Jesús kom í byggðir Sesaríu Fílippi, spurði hann lærisveina sína. Hvern segja menn mannsonin vera? Sjá þetta fyrir ykkur. Ég hvet ykkur, þegar þið lesið svona, að setja ykkur bara inn í kringumstæðunar. Þið eru bara núna á staðnum, þið eru í hópnum og Jesús að tala þarna og þú ert í hópnum út að hlusta, þú ert hvorki Pétur eða Jóhannes eða nokkur annar, en þú ert í hópnum og þú heyrir að segja, strákar, hvað fólk að tala um mig? Og þú veist, var hann svona spjærræddur? Þú veist, þetta var ekki komið Facebook þá var hann alltaf þurfti allir sér like. Nei, hann var ekkert að leita því, bara ekki neitt. En hvern segja, hann var forvitinn hér og þetta var spurning sem var mjög mikilvæg eftir ákveðin tíma með lærisveinunum. Hvern segja menn mannssonin vera? Þeir svöruðu. Sumir segja sér Jóhannes skírari, talandi það. Dagurinn í dag ekki 29. Það sá dagur sem áætlað var að Jóhannes skírari hafi verið hálshöggvinn. Lesum það í Biblíunni. Þetta stundum kallað höfudagur út af því. Höfum hans á fært og fatti, en það önnur saga. Sumir segja það, þeir segja svo að við heyrum fólk vera að tala um það Jesús að sumir halda og sért Jóhannes skírari komin aftur. Aðrir Elía, og Elía var mikill spámaður, og enn aðrir Jeremía sem var líka mikill spámaður. Eða einn af hinum öllum spámönnunum. Þannig að Jesús segi, ok, það enginn að þessum hann á þessu alveg. Veist. Og þá spyr hann, en þið strákar? Hver segir þig með vera? Símon Pétur svarar, þú ert Kristur, sonur hins lifanda Guðs. Þessi setning gerir það að verkum að Jesús svarar á alveg sérstakann máta á eftir. Hann segir ekki, þú náður þessi við, þetta flott hjá þér. Hann segir ekki svona, heldur þetta.
Þá segir Jesús við hann, sæll ert þú, Símon Jónasson. Engin maður hefur opinberað þér þetta, heldur faðir minn á himnum. Með öðrum orðum, ástæðan fyrir því að þú sagðir það sem þú sagðir og ástæðan fyrir því að þú veist að ég einmitt hann, að það kom opinberunar andið Guðs frá himnum og talaði inn í anda þinn. Þetta var ekki eitthvað sem þú heyrði frá öðrum, ekki eitthvað sem þú last í bók, ekki eitthvað sem annar var búin að segja þér. Guð sjálfur sagði þetta. Og við köllum þetta stundum opinberunar þekkingu. Það að segja að vita einhverja hluti sem Guð búin að sýna. Og Guð einn getur sýnt. Hafið lesið, þið finnið þetta örugglega stundum þegar að lesa biblíun ykkar, þeir sem að lesa hana, þeir kannski búin að lesa eitthvað kafla eða einhverja bók mörgum sinnum og ykkur finnst góð og það alltaf eitthvað næri. Svo allt í einu komið þið kannski eftir 10 ár, þá eru að lesa hana einu sinni enn og þá hoppar eitthvað eitt vers og segir, vá, ég hef ekki séð þetta áður maður. Hei, þú búin að sjá það mörgum sinnum áður. Þú búin að lesa það mörgum sinnum áður. En á hverju lifnaði það við? Það kom opinberun frá heilugum anda sem talaði versið inn í þig, inn í líf þitt og þú allt í einu fattaðir og skildir eitthvað sem þú skildir ekki og fattaðir áður. Það er opinberun. Fæst ekki með skilningaviturum okkar, fæst fyrir andan. Og þá slökna á iPadinum. Það er ekki vera. Það sem er svolítið merkilegt við þetta, hann heldur áfram og segir, ég segi þér, þú ert Pétur, kletturinn. Og á þessum kletti mun ég byggja kirkju mína. Stöldum aðeins við áður og höldum áfram, því að næsta eftir er geysilega mikilvægur hlutur. Það er nefnilega margir sem hafa lesið þetta. Þú ert Pétur, kletturinn, og á þessum kletti mun ég byggja kirkju mína. Margir hafa ætluð það að Jesús hef alltaf byggja kirkjuna sína á Pétri. En það er misskilningur. Og ég veit þetta er upprifun hjá mér, ég hef talað þetta áður, en þetta skiptir máli. Ég heyrði það bara síðast daginn. Þá var vitnað því að Pétur fekk þetta hlutverk að Jesús byggði alla kirkjuna á honum. Hann var leiðtogi kirkjunar, það er túlkað þannig, hann var leiðtogi kirkjunar í byrjun. En það er ekki það sem þessi text er að segja og það er ekki það sem hann er að meina. Og þá komum við að lyklinum í þessu vegna þess að hann segir, ég ætla að byggja kirkju mína á þessu hérna sem gerðist. Eru þið með? Ég ætla að byggja hann á þessu. Ef þú vilt vita á hverju Kristur byggja kirkjuna sína, ef þú vilt taka þátt í að vera með honum í að byggja kirkju Krists, þá þarftu að skilja hvað hann er að segja hér. Málið er það að hann segir hér, þú ert Pétur, kletturinn. Þetta orð þarna er karlkynsorð kletturinn þarna, þetta er úr grísku, og er Petros. Karlkynsorðið Petros. Og þýðir mjög stór steinn. Ég meina, þetta er ekki eitthvað svona bara eitthvað sem þú fyrir að leika með, þetta er bara sem grafan tekur, sko. Þetta er það stórt. Það er stór steinn. En svo breytir hann orð og hann segir síðan, á þessum kletti, þá notar hann annar orð. Þá notar hann kvenkynsorðið Petra. Á kvenkynsorðinu Petra ætla ég byggja kirkjuna mína. Og hvað er Petra? Það er fjall. Það er ekki bara stór steinn. Það er stórt fjall. Og hann er að segja við Pétur og við strákarna allar sem er hlust og þú ert þarna með mannstu. Hann er að segja, Pétur, þetta er stórkostleg opinberun sem þú fékkst og þú gast bara fengið þetta frá föðurnum og himnum. Og einmitt á þessum hlutum að fá opinberunar skilning ætla ég að byggja kirkjuna mína. Ekki á þér, Pétur, heldur á opinberunni sem er stórt fjall. Á henni byggi ég kirkjuna mína. Og hvað segir það okkur? Það segir okkur það ef að þú ætlar að taka þátt í byggingu kirkjuna, þá þarftu að lifa í opinberunar anda Guðs. Þú
sem einstaklingur til þess að vaxa og dafna og við sem kirkja þurfum að heyra frá Guði. Við þurfum að skilja hann, við þurfum að leyfa honum að taka okkur skref fyrir skref, lengra og lengra og lengra í okkar skilningi og okkar opinberunarskilningi á því hver hann er. Þið með? Það ekki nóg. Taktu vel eftir, elsku vinur, það ekki nóg að bara, ef þú ætlar að taka þátt í kirkjunni uppbyggingu hennar, að bara að gefa líf þitt Jesús og þú komist til himna. Það reyndar alveg dásamlegt. Þú veist, ef hann væri ekkert annað í boði, þá myndi ég samt taka það. Ég myndi ekkert vera, þú veist, það dugar mér faktist, nema af því hann sagði, það meira. Og þetta meira fyrir jörðina hér. Þetta meira fyrir þig meðan þú ert hér á jörð. Ég búin að gera allt sem ég þarf að gera til að koma inn í himinin. Og ég líka búin að gera allt sem þarf að gera til þess að þú geti vaxið með mér og tekið þátt í að byggja kirkjuna mína, söfnuðin minn á jörðríki. Þið með? Síðan kemur þessi stórkostlega setning. Og máttur heljar mun ekki á henni sigrast. Ég mun fá þér lykla himnaríkis og hvað sem þú bindur á jörðu mun bundið á himnum. Og hvað sem þú leysir á jörðu mun leyst á himnum. Með öðrum orðum, sama og ég var að tala síðast, þegar þið komið saman og ég fæ að vinna og ég fæ að tala og ég fæ að byggja, þá tala ég skilningin í ykkar líf sem gerir það verkum að þið fáið kraft Guðs og vald Guðs til þess að binda og leysa hluti á jarðríki. Pælið í þessu. Þetta ekkert svona, hei, komið að vera með mér, við erum næs hérna saman. Við erum frum hippa kynnslóðin. Já. Ég fór held ég mjög vel í að segja að það mjög mikið þetta séum næs. En þetta gengur sem þetta ekki út á það samt. Þetta gengur út á einhvað sem hann að gera, sem hann vill gera. Og hann býður þér og hann býður mér og hann býður kirkjunu sinni allan heim og þetta það sem frumkirkjan hafði. Þess vegna breyttu þau heiminum. Þess vegna bara turnuðu þau, munið þið orðlómin sem fór að þeim, orðspori sem fór að þeim. Mennirnir sem eru búin að snúa heiminum á annan endan eru komnir hingað til okkar. Það fór orðspor á undan þeim sem að sagði, hei, þetta öflugur hópur. Þau lifðu í kærleika, þau lifðu í gleði og einlægni hjartans, en fyrst og næst lifðu þau undir krafti heilags anda sem talaði, opinberaði og gaf mér valdi til þess að binda og leysa. Langar þig í svona? Sko, ég að segja allt þetta og ég ekki að vitni, þetta ekki mér, ég sagði ekki, svona ætlar Jesús að byggja kirkjunu sína á undan honum. Hann sagði, ég ætla að byggja hana svona. Þetta mín leið, segir hann. Ef þú fílar hann ekki, ok. Það nóg af kristilegu lífi og starfi það sem að menn fíla þetta ekki, sjáðu. Eða vilja þetta ekki, trú ekki eins og á þetta. Fullt af því. Og sumir hafi tekið eftir einu. Ég veit ekki hvort þið hafi tekið eftir því, en það mjög algengt. Þegar við hættum að sjá eitthvað gerast, þá finnum við svona guðfræðilega skýringar á því. Sjáum engan læknast, lækning á jarðríki dó út með postulónum. Það hreyfing sem trúir því. Það kristileg hreyfing á jarðríki sem boðar þetta. Þá liðin nokkur 10 ára og þeir sjá engan læknast lengur, að það búið. Sjáum engan frelsast, þá Jesús hættur að frelsa. Hann ekki hættur neina af þessu. Það eru við sem hættum. Það eru við sem hættum, krakkar. Það eru við sem að
lendum inn í þessu og það snerist þetta síðast hjá mér í predikunin og núna líka að reyna að átta okkur á hvar höfum við farið aðeins út af veginum eða mikið út af veginum og hvar þurfum við að koma aftur inn á og stilla okkur saman. Við þurfum að setja okkur í rétta línu með honum. Jesús marserar í þessa átt og við áttum okkur ekki á því að við erum ekki nema hálfa gráðu off. Til að byrja með þetta rosalega flott. En ef þú ferð hálfa gráðu, taktu olíuskip, sigldu því frá norður heimskauti, suður Atlantshafi og alveg til suður heimskauts, með hálfa gráðu off. Það tekur langan tíma fyrir því að átta það á því. Ég bara lenda inn í Brasilíu, maður. Eða eitthvað staðar. Sýnir hvað að fara? Smátt og smátt. Og við tökum ekki eftir því. Þess vegna þurfum við að sjá hvað það sem Kristur kennir, segja, þetta þarf að vera mikilvægt hjá okkur. Þetta þarf að vera eitt af stóru málunum. Og eitt af stóru málunum sem við erum að læra hér, að Kristur byggir kirkjuna sína með því að opinbera þér, segja þér eitthvað sem einstaklingi og síðan okkur saman sem söfnuðinum, eitthvað hans líf og það sem hann að gera og hann vill gera. Þannig að við köllum þetta að vaxa í trúnni. Málið það að það sem við hingað til höfum kallað, það mjög oft köllum að vaxa, það ef við hættum að stela. Hann hefur vaxið mikið í trúnni, hann er hættur að nota dópið. Það frábært. Ég ger ekki að gera lítið úr því. Allt sem að hjálpar okkur í lífinu að við lifa heilbrigðu, góðu lífi dásamlegt. En það ekki nóg til að byggja kirkjuna. Það nóg til þess að hjálpa einstaklingum út úr viðjunum sem hann viðkomandi í. En síðan þarf viðkomandi að koma inn í hópinn sem trúir því að Guð sé að byggja eitthvað. Hann að gera eitthvað. Hann var ekki bara að gera þetta fyrir mig. Þó að þetta dásamlegt. Ef að Guð segði, jú, ég algjör einstaklingshyggju Guð. Ég ger þetta bara fyrir einstaklingarna sem vil og ekkert meir. Það engin annar tilgangur í þessu. Ok, þá tek ég það líka. Og þú líka, ég veit það. En ég ætla að lesa fyrir versa eftir sem sýna okkur, það bara alls ekki það sem að spá í. Bara langt í frá. Ég var hérna með vers. Þau voru rosalega góður reyndar og eru. Ég kem að eftir ef það tími, ok? Eru með? Það var þessi hérna vers. Það hlaupið við þau í bili. Þau eru svona mörg. Hérna. Förum í 1. Pétursbréf. Til þess að fá átt okkur betur á hvað það sem hann að byggja og hvað hann vill. Sjáu þið. Sækist nú eins og nýfædd börn eftir henni andlegu og menguðu mjólk til þess að þið af henni getið dafnað til hjálpræðis. Enda hafið þið smakkað hvað drottinn góður. Komið til hins lifandi steins sem enn höfnuðu en í augum Guðs útvalinn og dýrmætur látið sjálf uppbyggjast sem lifandi steinar í andlegt hús. Stoppum aðeins. Með öðrum orðum, þetta að meðtaka opinberun og orð Guðs, því að orð Guðs lifandi, orð Krists eru andi og þau eru líf. Við erum að sækjast eftir þessu bara eins og börnin eftir mjólkinni. Slíkt á hungur og þið viti hvernig barn þegar, þú veist, fær mjólk. Nei, þið viti hvernig heimalingarnir eru þegar þið fá mjólk. Sá sem þarf mjólk glaður þegar hann fær mjólk. Við þurfum að átta okkur á því, elsku vinur númer 1, 2 og 3, að við þurfum þetta. Því að ef við þurfum þetta ekki, þá verðum við ekki svöng, þá verðum við ekki þyrst, þá langar okkur ekkert rosa lítið. Við föttum bara ekki okkur og vantar þetta. Sérðu hvað að fara? Við þurfum að segja, Drottinn sýndu mér. Hvað það sem ég þarf fyrir mitt líf? Hvað þurfum við saman sem kirkja Krist til að vaxa og dafna, til að ganga inn í það sem þú hefur? Látið uppbyggja sem lifandi steinar í andlegt hús.
Með öðrum orðum, hvert og eitt er steitmunniði. Og saman úr okkur öllum sem einum steini hver, þá ætlar hann að byggja eitthvað hús. Hvað hús ætlar hann að byggja? Það er ekki þetta hérna hús sem við erum í núna. Það er ekki Hallgrímskirkja þó hún sé falleg. Það er ekki engar aðra kirkjubyggingar hérna í nágrunni en einstæðar sem hann ætlar að byggja nema fólki sitt. Hann ætlar að byggja þig og mig. Við erum lifandi steinar. Trommuleikar Rolling Stones var að deyja. Guð vill ekki að við séum Rolling Stones. Rolling Stones vitið hvernig Guð sér inn að setja það saman í húsið, svo rúlar í burt eftir smá tíma því þið móðguðust. Vitið hvað margir Rolling Stones í kirkjulífi Íslendinga? Reyndar út allan heim. Það svo mikið af Rolling Stones. Í alvöru. Það kom eitthvað upp á. Og ég ekki að segja að það sem kom upp á hafi ekki verið vont eða rámt eða neitt svoleiðis. Ég bara okkar viðbrögð voru þau, já, það var ekki hægt að vera hér. Svo móðgast yfir einhverju. Það sorglega við það að það ofta ekki neitt svoleiðis sem að færa okkur til að móðgast. Já, ég var nú ekki beðin að elda súpu í eldhúsinu. Ok, já, móðgast yfir því. Já, ég kann að elda súpu. Skilu, við móðgast yfir öllu. Við þurfum svo lítið. Af hverju þurfum við svona lítið til að móðgast? Jesús varaði okkur sérstaklega við að móðgast ekki og vera ekki móðgunargjörn. Hann sagði, passi ykkur á því. Og af hverju þurfum við svona lítið? Og sem föttum ekki hvað við þurfum opinberuna mikið. Við föttum ekki að við lifum ekki á brauði einu saman. Heldur sérhverju því orði sem framgengur á Guðsmunni. Og þetta sérhvert orð sem framgengur á Guðsmunni brauði sem kemur af himnum. Hann lífsins brauð sem kom frá himnum, segir hann. Ég það. Og sá sem borðar af mér, sá sem nærist að þessu brauði, mun aldrei hungrað verða. Þitt líf fólkið í honum, þitt öryggi fólkið í honum, þín framtíð fólkin í honum og þegar við áttum okkur á þessu saman, þá látum við byggjast í andlegt hús og sjáðu hvað hann segir svo? Til heilags prestdóms. Ég held að þú að Sibba hann prestarnir. Takk eftir. Prestdómurinn, það sem bara einhver einn prestur sem meðalgangur milli Guðs og manna, það búið. Það búið. Þú hefur aðgang að Guði eins og ég og allir aðrir sem það vilja. Himinn opinn fyrir þig. Þú getur komið inn, þú getur talað, þú getur spjallað, þú getur grátið, þú getur hlegið, þú getur sagt allt þið langar til í návist hans. Hann skilur, hann veit, hann þekkir hjartaðið betur heldur en þú. Við notum þetta orð bara til þess að fólk skilja að þetta þeirra hlutverk í svefninum. Þess vegna höfum við líka oft notað orðið forstöðumaður til að veita forstöðu. Biblían talar það. Frekar en prestur eða pastor. Eða hirðir reyndar orð að nota sem mikið notað í Biblíunni. Við notum alls konar orð sem ekki endilega notað í Nýja testamentinu yfir þetta. En það breytir engum það að þú og ég erum öll kölluð til að vera þessi prestar. Og hvað gerir presturinn? Hann ber fram andlega fórnir fyrir Jesú Krist, Guði velþóknarlegar. Því að svo stendur í ritningunni. Sjá, ég set hornstein í Síón, valinn og dýrmætan. Sá sem trúir á hann, það var Jesús sem hornsteinin, mun eigi vera til skammar. Yður sem trúið hann dýrmætur, en hinum vantrúuðu steinin. Sem smiðirnir höfnuðu. Orðina hyrningasteini. Veitu hvaða smiðir? Voru ekki smiðirnir í Ísrael, ekki smiðirnir hjá Gunnar og Gylfa eða. Þeir höfnuðu ekki endilega Jesú. Hvaða smiðir höfnuðu honum? Kirkjusmiðirnir. Og þá ég að tala andlegu kirkjusmiðirnir. Þeir hafa hafnað og hann orðinn ástendingasteini og hrösunarhellu. Þekkir þú ekki fólki kringu þig sem að hneykslast á Jesú, hrasar Jesú.
Guð í lagi, Jesús svona. Skil alveg þetta með Guð, Jesús, hvað málið með Jesú? Þeir steita sig á honum af því að þeir óhlýðnast í boðskapnum. Það var þeim ætlað. Steita sig á honum þar að segja, ekki óhlýðnast. Svo kemur rúsinu pilsundunum og ég ætla að hætta með þessu. En þið eruð útvalin kynslóð, konunglegur prestdómur. Þú ert hluti á konunglegum prestdómi sem að Kristur kallaði til ákveðna verka. Þið eru heilu þjóð, eignarlýður hans til þess að þið skulu víðfræja dáðir hans. Okkur gengur rosalega vel að gera þetta. Það bara alveg fullt af fólki sem vill ekki koma inn í kirkjuláðsins. Það ekkert nema rifrildi og ljótu hlutir að gerast þar. Víðfræjum dáðu drottins. Ég að hæða. Það fer ekki á milli mála. Hei, finni fyrir þessu. Nei, eins og Kani segir, if the shoe fits. Sér hvað að fara? Þetta tilgangur. Svona ætlaði hann að gera þetta. Hann ætlaði að byggja kirkjuna sína með því að gefa hverjum einstaklingi og húsinu saman, fólkinu hans, steinunum hans. Hann ætlaði að byggja það með opinberunar anda. Til hvers? Til þess að við skildum víðfræja dáðir hans. Þess vegna gaf hann valdi til þess að binda og það myndi ekki vera leyst. Leys og það myndi ekki vera bundið. Á himni og jörðu. Það var valdið til þess að víðfræja dáðir hans. Það var bara eitt tilgangur í þessu. Það var að víðfræja dáðir hans. Af hverju? Af því þegar fólk sér hann, þá langar það í hann. Það bara þegar við erum að þvælast fyrir honum, sem hann verður óaðlaðandi. Og við föttum ekki að fólk að sjá moi. Jesús hérna bakum mig sjáðu. Þegar heilarandi segir Aldur, bara leyfðu mér. Hættu þessu. Bara hættu þessu, drengur. Eitthvað að þér hérna. Bara verum það sem við erum í Kristi. Gerum það sem við erum að gera í Kristi. Verum steinarnir hans, víðfræjum dáðir hans. Já, en þá, ekkert þá neitt. Jú, þá annars, já, ekkert hvað með neitt. Bara gerum þetta, krakkar. Gerum þetta bara. Þetta það sem að segja okkur að gera. Því hann kalla okkur frá myrkrunum til síns undursamlega ljós. Við stærum okkur á því. Segjum öllum það. Og fólk spyr, og hvað ljósið? Það í mér. En ég sé bara ekkert ljós í þér, ekki minn kæri. Ég meina þetta ekki illa. Þið viti, ég meina þetta svo mikið af kærleika og svo mikið af því að elska. Ykkur, Jesú, kirkjunans. Ég elska kirkjunans Jesú. Mér alveg sama hvað hún heitir, mér alveg sama hvað hún hittist, mér alveg sama hvort hún talar þetta tungumálið, hitt tungumálið. Ef það kirkjunans, þá elska ég hana. Við erum ekki fullkomin í Smárakirkju, annars væri ég ekki að segja þetta hérna. Ef við værum fullkomin í Smárakirkju, þá myndi ég hafa sagt, já við erum með þetta, en það fullt af öðru fólki hérna sem ekki með þetta. Þessi boðskapur frá þau. En hann ekki að hlusta, þá skulle bara gera eitthvað annað. Nei, þetta fyrir okkur. Við erum aðeins á réttum stað
í öllum þessum pakka ef að við leyfum honum að stöðulega gefa okkur lifandi orð og nærum okkur frá degi til dags, fáum opinberunarskilning á því hver við erum, hvert hann að fara, hvað hann vill gera og við saman göngum síðan þann takt. Þá gerast hlutirnir og þá mun hans dáðir víðfræðast. Það mun spyrjast út. Ég held bara nánast að Jesús sé þarna, sko. Já. Ég hef sagt það áður, ég veit ekki hvort ég tók það svo langt síðan, ég ætla bara að endurtaka það. Sem dæmi. Pabbi minn var prestur í þjóðkirkjunni. Ég elska þjóðkirkjuna. Þú veist, lengst af mínu ævi hef ég verið meðlimur í þjóðkirkju Íslands. Elska það sem gerast þar. Alltaf á fleygiferðar? Nei, ekkert endilega. En það heldur ekkert endilega í öðrum söfnum. Skilur við. Hérna fyrir nokkrum áratugum síðan, þá vorum við hittast í Grensáskirkju undir nafninu Ungt fólk með hlutverk. Þetta var bara, 70 og bara, hvað ekki horfa svona á mig. Ég veit, ég líti ekki svona gaman það út, en þú veist, þetta var þá. Þá gerði Guð alveg stórkostlega hluti. Það var ekkert eina skipti sem hann gerði stórkostlega hluti, hann búinn að gera hér og okkar með alveg annað slíkt. En hann læknaði sjúka á stórkostlega máta og orðspori fór dáðir drottins í Grensás. Við þurftum ekki að gera, við auglýstum ekki einu sinni. Bara hittust og það var alveg kjaftfullt allavega og fólk að frelsast og gefa líf sitt Jesú og það var bara því að fólk læknaðist og þú veist, þú þurftir ekkert svona, komdu við, ég skal gefa brjóstsykur ef þú kemur. Það var ekkert svoleiðis. Það bara, fólk kom bara því það var eitthvað að gerast. Og pabbi sagði mér að hann og mjög náinn vinur hans, annar prestur í þjóðkirkjunni, voru ræða saman þetta allt. Og vinurinn segir, séra Lárus, þú áttar þig á því, séra Lárus minn, að ef þetta svona, eins og orðspori segir, þá erum við bara saltstöflar. Hvað meinti hann? Sagði ekki Jesú, þið eru saltjarðar. Og það fer og það kryddar og það læknar og það gerir það sem það gera. Saltstöpunin gerir ekkert slíkt. Hann saltar ekkert. Hann bara þarna. Harður, gamalt, salt sem hætt að virka. Og það var það sem var að segja pappa. Og pabbi bara svinaði. Sagði mér alltaf sögun kvöldið. Og ég sagði, pabbi, þetta bara svona, veistu það? Þetta væri bara blödu bak við eyrun þá, ekki með 20 ára gamalt og dalalala. Fannst við vera í alveg stórkostlegri vakningu. Áttaði mig ekki á því fyrir löngu seinna. Vá, hvað þetta hafði ekkert með okkur að gera. Það hefði bara með að gera að við vorum bara einlæg og vitlaus. Og það ekki með svona vitlaus. Ég að tala bara einlæg. Hey, byrjum fyrir henni. Þú veist. Guð Guð. Og hann getur gert það sem hann vill þegar hann fær leiðin og aðgangi til þess. Hvað sem Ég skora á ykkur, elsku vinir, tökum orðin hans alvarlega. Þið ráðu hvort þið takki mín orð, það sem ég búin að vera að segja í kringum þetta allt. Taktu hans orð alvarlega. Leitaðu þekkingar hans, opinbernar skilnings hans, vegna þess að þar byggir hann okkur upp. Við sem söfnuður, verum lifandi steinar, rúllum ekki burtu stöðulega, leifum honum að koma, leifum honum að gera sem hann vil. Hann býður sig, hef ég hús eða hef ég ekki hús? Við erum sammálaðu. Húsið þarf ekki að vera stórt, við þurfum ekki að vera 1000 manns til þess að hafa hús. Hann sagði, það sem 2 eða 3 eru samankomnir, þar ég.